Jóni. Og þið eru að hlusta á sögukastið. Já, ok, þú ætla bara að halda áfram með þetta. Það er ég kom með eitthvað annað heldur en... Já, takk. Ok. Og ég kom með eitthvað svona öðruvísi hljóð eða... Nei, ok. Bara eitthvað eðlilegt. Eitthvað eðlilegt? Já, takk. Það væri rosa vel þegið. Ok, nú þegar ég hugsa. Ok, þú hefur það allan viku til þess. Já, það kemur eitthvað. Það kemur eitthvað. Það kemur eitthvað. Já. Ég get ekki setið hérna eins og einhver þvara hérna, sko. Það gengur ekki. Getur alltaf bara sett hæ aftur. Halló, þið eru að hlusta á sögukastið. Halló. Nei, þá meira svona hæ. Eða ekki, þetta var bara hugmynd. Möguleg. Þetta var bara hugmynd. Nei, við kannski að setja meiri áherslu á. Já, þið eruð að hlusta á sögukastið. Nei. Nexli svipurinn. Jesus. Allavega. Við þurfum ekki matið dón í fólk. Nei, algjörlega. Ég veit. Það ítt á þáttin okkar. Þannig að vonandi veita á hvað þið eru að hlusta. Hver veit, ég menna. Einhver velkomnir af stað eftir djamið, skilur, þú veist. Hæ, þið sem eruð nýkomna djaminu. Allavega það. Ok. Ertu með spurning fyrir mig? Ég hef með spurning fyrir þig. Lovely. Þetta er bara ein rosa löflétt og þægileg. Hver er uppáhalds árstíðin þín? Árstíðin mín? Og af hverju? Það er ekki sumar á Íslandi. Hvaða sumar? Einmitt. Og það er ekki vor. Vetur þanga til eftir gamlárs. Þá ég dýrka þann tíma og þegar jólatímun og það er ógeðslega mikið í gangi og vanlega veðrið ekki hræðilegt. Nei, en svo er þetta rosalega þreytt. Já, og þetta verður 10 sinni verra eftir áramóta einhverjum ástæðum. Slitta og eitthvað svona leiðindi, sko. Og við erum náttúrulega með 2 hunda. Já, við þurfum að fara út í þetta. Þetta er einn gleði þar. Já, sko, já, það væri það eða haust, myndi ég halda. Bæði litirnir, það er líka svona spooky season, er alltaf gaman, sko. Og já, veistu, vorið er bara ógeðslega leiðilegt hérna á Íslandi. Það er ógeðslega flott annars staðar. Eins og í París að sjá ótrúlega falleg. Já, það var líka komið gott veður og þú veist, það er bara svona, rignir aðeins meira, skilur, en það er samt gott veður. Einmitt. Það er ef við erum að miða okkur við Ísland þar að segja, þá er haust uppáhaldstíminn minn. Ok. En þín? Haust. Líka? Já. Ok, ekki. Af hverju? Af hverju? Bara 100% allan daginn. Af hverju? Sko, ég er ein af þeim skrýtnum sem að elska rigningu. Já, einmitt auðvitað. Og alltaf bara sundi rigningu, ekkert betri í heiminum. Nei, já, ég er sammálaði þar. Og þá er ég samt að tala um þess að svona léttu svona rigningur sem svona fer svona hægt niður. Ekki sem er lárétt. Áhlið, nei. Nei, lárétt og já. Sem er í allar áttir. Það fer upp. Já. Magna, sko. Og líka bara kveikja kertum og það er kósí, það eru dimmt á kvöldin. Vist, hausttískan líka miklu skemmtilegri. Já, ég er sammála því. Hausttískan er mjög skemmtileg. Mér sumatískan mjög skemmtileg líka. Sko, mér finnst sumatískan alveg fín núna að því að ég actually fæ að upplifa hana með vinnunum minni. Já. Þannig að þá getur maður að nota stuttbuxur og eitthvað svona án þess að vera að frjósa ef þú fer fyrir eitthvað hotn. Einmitt, það er óþolandi. Þannig að, já, mér finnst það svona, það er alveg skemmtilegt og það er alveg gaman að líka í sólbaði og allt þetta. En það er bara eitthvað við tilfinninguna sem er haust. Já, ég er alveg sammála. En þú veist, ég veit ekki hvort að, jú, ég hef eiginlega alltaf verið meira haust megin eldur en sumar megin, sko. Já. Meira sér í barna, sko. En svo er það líka svona þau fáu skipt sem ég vakna snemma. Þau örfáu skipti. Ég er rosaleg bímanneskja.
þau örfáu skipti. nema því ég þarf að gera það fyrir vinnu Já. og svona. Þú veist, þegar maður vaknar snemma Já, það, eins og ég segi, það gerist rosa sjaldan. og sólin er nú nýkomin upp eiginlega. Ég veit, Og ég þekki það. Það er svona stilt. Ég þekki það rosa vel. Það er alveg svona kósi. Það er líka svona, það er svona haust tilfinning. Með kaffi og lesandi eitthvað. Ég náttúrulega skil ekki að þú tekur 3 tími að ég gera það til á mótnana. Það er bara svo næs að hafa þennan bara svona rólega tíma á það reyna að byrja daginn. Ég tengi svo ekki. Nei, ég veit og þegar þú sko Ég sé rúllar fram úr stundu. þú rúllar fram úr rúminu bókstaflega sko bara í fötunum og lappar út. Nei, þetta er kannski fullt dramatísk. Samt sko, ég er ekki það langt frá sko. Bara að segja. Mér finnst bara rosa gott að sofa og ég er allan daginn freka til ég að sofa og fórna, þú veist, til dæmis morgumat eða fórna einhverjum mat allan daginn fyrir auka 5 mínútur. Ég skil þið ekki. Ég áttur að kaupa svo mikið að kertum núna í október sko. Jep. Þetta örugglega lagerinn í Íka er að fara að klárast. Nei, við kaupum ekki kerti. Ég vil kaupa það úti. Já, ég veit það. En samt, þegar þau eru búin. Ha, Já. hvað með þau? Já. En ég nú samt ekki, ég var eiginlega að segja þess að ég er ekki gróf eins og frænka mín var Já. með kerti. Og Hvað sögur þetta var að segja? ég var ekki annað en mamma er búin að segja mér þetta mjög oft. En hún sem sagt, þau voru þennan nokkur bara heima hjá henni í mat. Og þá bjó hún í ekkert ósvipar íbúð eins og við búum í núna. Ekkert of stór, svona ekkert svo mikið Nei, loft. og mér minnir hún hafi verið svona hálf niðurgrafin líka. Já. Og og það var svo mikið að kertum. Og svo alltaf tekur mamma eftir því einn sem er hann er með svona svart fyrir neðan nefi. Já. Og svo alltaf tók eftir að þau eru öll þannig. Og þá bara því það voru svona 400 kerti inn í þessari pínleitli íbúð. Og þau voru öll komið bara með sót. Hvað voru nú að fara að kalla fram djöfulinn eða Ég eitthvað? veit það ekki. Það er ógislega fyndið. Enda líka voru alltaf kveikt kerti heima hjá henni. Já, ég man vel því. Það er alveg Maður fór ekki heim til hennar á þess að voru alltaf kerti. alltaf kerti. Mjög fyndið. En ég held samt að hún hefur lært eitthvað af þessu. Kannski. Kannski ekki 400 en Nei, ok, þú veist, þetta er en náttúrulega vel íkt. 150 Þetta er náttúrulega vel íkt hjá mér, en já, Samt. þið skiljið samt. Það þarf ansi mörg kerti þannig að þú fáir, Já, ertu ekki að djóka? svartan Magnús. Já, ertu ekki að djóka? Það er rosalegt sko. Já, Hvað sér þið? Hefur að bera í þetta? það ekki. Jú. Í dag, kæru hlustundur, þá sérstaklega þið sem eru á 50-aldri, þá er ég að fara að segja ykkur frá einu manni í varúðarskyni. Margir karlar þá sérstaklega fá gráa fiðringin stundum. Eða það sem kallast á ensku midlife crisis. Okay. Þessi þáttur vonandi lætur ykkur hugsa ykkur tvisvar áður en þið gerið eitthvað heimskulegt. Því jú, í dag að þá er ég að fara að segja ykkur frá gráa fiðringnum hans Stede Bonnet. Því enginn hvorki fyrni síðar hefur farið svo langt. Segir svo, ég sé dramatísk. Já, allan daginn. Okay. Ég er með dramatísk skrif, ég skal segja það. En Og frásögn. já, það er partur af því, ok? Okay. Hann Stede Bonnet, yfirlið þjálfi, fæddist árið 1688 í Bridgetown á Barbados í Karibíahafinu. Hann fæddist í fjölskyldu sykureykrurbænda og stuttu eftir að hann fæddist dóu foreldrar hans. Hann og systur hans 2 voru munaðlausar og hann erfði ekruna. Ok, bara ponsur, lítill. Já, þær sáu hann í raun á meðan hann var að vaksa en En þetta því að hann var kallmaður eða strákur að þá auðvitað. eins og segi, kvenréttindi hafa ekki verið frábær Nei, í gennum tíðina. svo sannarlega ekki.
Hann fékk samt góða menntun og ólst upp í aristokratíska umhverfinu. Þegar hann varð síðan 21 árs, 1709, þá giftist hann Mary Allenby, dóttir sykureykjurbænda líka. Okay. Þau eignust 4 börn, 3 syni og 1 dóttur. Byrjuðu 1709, það er sama ára og Herkúles Nefn fannst. Jú, er það ekki? Jú. Það ekki? Jú, ég er alveg viss það. Á, það er magna. Undir hans yfirsýn þá gekk sykureykran mjög vel. Þar sem hann var landareigandi að þá varð hann yfirliðþjálfi í hernum á Barbados. Er það ekki sergeant? Nei, það er major. Major? Já, þetta er rosa skrítið út af því að þetta er rosalega alþjóðleg heiti en þegar maður íslenskar þá þýðaðu ekki neitt út af því að það er enginn her í hana. Einmitt. Ef þú segir við mig yfirliðþjálfi upp úr þurru, ég er ekki að fara að hugsa major, skilur. Nei. En já, það þýðir yfirliðþjálfi. Ok. Samkvæmt einni þýðingu, en þetta er mjög flókið. Já, það þurfti ekki mikið til á þessum tíma til þess að vera yfirliðþjálfi í hernum. Ekki? Nei, hann var landareigandi. Hann hafði enga reynslu í her. Nei. Nei, já. Hann var samt yfirliðþjálfi út af því að hann var með eitthvað titil. Já. Og eftir að hann var búinn að sanna sig sem góður borgari, þá var þann dómari í hérastónum á Barbados 1716. Enda líka bara mjög rökrétt næsta skref. Einmitt. Hún gekk vel í lífinu. Hafði allt sem hann gat nokkuð tíman beðið fjölskyldu, með góða stöðu og einkomu, vel settur í samfélaginu. Ofan að það líka bjó hann á Barbadoseyju í Karibahafinu, sem er fucking paradís. Og já, hér lýkur frásögn. Nei, tjók. En það var eitthvað sem hann skorti greinilega, því að eftir að hann var orðinn dómari, að þá byrjaði hann að setja ákveðna hluti í verk. Nú, eins og hvað? Ég gef maður því. Ok. Árið seinna, 1717, þá segir hann fjölskyldu sinni að hann væri yfirgefaði. Já. Hann var sem sagt búinn að kaupa lítið skip og var búinn að ráða áhöfn. Hann ætlaði að vera sjóræningi. Nei. Já. Þetta er ekki bara midlife crisis, þetta er bara skiptu persónuleiki. Já. Þetta er nefnilega svo biluð frásögn, sko. Já. Já, þú veist, fólk snýri til sjóráns út af margvíslegum ástæðum á þessum tíma. Í fyrsta lagi að þá var þetta vinnan sem skilaði mest hagnaði fyrir marga skipverja, en þetta var þó mjög hættulegt. Önnur ástæða var að þau vildu vera frjáls og ekki heyra undir neinu ríki. Mitt. Það er bara ekki vera að borga neitt skatt í einhverjum löndum sem það var ekkert verið að styðja þá á móti, skilur. Ég skil þetta mjög vel á þessum tíma, sérstaklega. Já. Þriðja og flóknasta ástæðan er að þau höfðu ekki val á öðru í rauninni. Í stríðinu á milli Frakka og Spánverja og Breta og Hollendinga, þetta er í rauninni allt sama stríðið en sikkur stríðið, allt að gerast á sama tíma. Þá voru margir ráðnir sem privateers, þar sem að þessi lönd voru öll með mikið af ræktunar ekrum í Karibahafinu, að það var mikið verið að flytja dýran varning frá nýja heiminum og aftur til Evrópu. Þessir privateers voru skipverjar sem voru ráðnir í það að ráðast á skip annara landa en þeirra sem voru ráðarna af. Helst á skip sem voru hlaðin af varningi og gessumum, þannig að það væri sem mest tekjutap fyrir ríkin. Sem eitthvað sens, fyrir þá. Fyrir þá, já, akkurat. Og ég ætla bara að segja það, ég segi meira skipverjar heldur en sjómenn. Það líka meikar alveg sens, að þeir eru frekar skipverjar heldur en sjómenn sem við þekkjum í dag. Já, þú veist, þeir eru ekki að veiða fisk. Nei, það er ekki aðal. Þetta er ekki þessi sama sjómennska. Nei. Þannig að, já, ég mun alltaf kalla á skipverja fyrir þá sem eru kannski að pæla í þessu. Já, þetta voru heilmargir skipverjar sem voru í þess að privateering, eins og þetta kalla. Ég er ekkert íslenskt heiti fyrir þetta, þannig að ég hef þetta bara alltaf á ensku.
og já, þetta gekk mjög vel hjá mörgum en það síðan breyttist margt eftir að skrifa var undir Útrektarsamningin sem batt enda á stríði milli Frakklands og Spánar og Radstad-samningin sem batt enda á stríðið á milli Englendinga og Hollendinga. Já, þannig að það var ekki jafn mikið að varningi að fara á milli eða... Nei, nefnilega ekki. Það var ennþá jafn mikill varningur að fara á milli. En eftir það þá voru margir skipverjar, sérstaklega enskir, sem voru fastir út í Karibahafinu atvinnulausir. Því að privateering mátti ekki gera, var ekki leyfilegt ennþá. Ég skil. Margir af þeim ákváðu þá að halda áfram að ræna skip og lifa á því. Og þannig verður í raun gullöld sjóræningja til. Þetta í raun bara manngert, þannig séð. Já. Og einmitt smá útúrdurina, ég nefnilega mjög mikil svona sjóræningja aðdáandi, sérstaklega þetta tímabil. En það er sérstaklega englendingar sem voru sjóræningjar. Já. Og það eru mögulega svona 2 til 3 hollendingar. Og ástæðan fyrir því að þessi svo ógeðslega mikill munur á milli Hollands og Englands. Er það því að hollendingarnir fóru heim eða þeir komist heim? Þeir fengu vinnur þegar komu heim sem englendingarnir fengu ekki út af því að... En þú veist að segja að englendingarnir væri fastur út í Karibahafinu? Já, út af því að þeir vissu að þeir myndi ekki fá vinnu. Já, ég skil. Aftur í England. Ég hélt að þeir bara fengu ekki einu sinni far. Jú, sumir fengu ekki far, algjörlega. En málið er að það var hort svo ótrúlega mikið niður á privateering í Englandi. Og bara á meðan stríðinu stóð og eftir stríð að fólk bara vildi ekki fá það í vinnu. Okay. En hollendingar, þetta var allt öðruvísi viðhorf hjá þeim í rauninni. Þetta voru bara vinnandi fólk í rauninni. Þó þau voru að gera oft ógeðslega hluti. Já. Þá samt sem áður fengu þeir vinnu sem sjómenn og svona. Ég veit. Já, mér finnst það bara mjög áhugavert. Já. Yfirlið þjálfi Stede Bonnet fellur undir engar af þessum ástæðum. Nei. Og gerir það hans ákvörðun að vera sjóræningi en furðulegra. Hann er oftast kallaður Sjentil sjóræningin. Það sem hann kom frá aristokratískum uppruna. Hefur hann eitthvað útskýrt hvers vegna? Nei, það er engin útskýring frá honum beint og eina sem við höfum í rauninni kenningar. Ég kem inn á það. Já, en það er ekkert staðfest. Nei, ekkert. Í A General History of the Pirates eftir kaptein Charles Johnson. Er það bókin sem við hefum heima? Það er bókin sem við hefum heima. Já. Hún var skrifið 1724 á minnir. Við hefum ekki uppræðanlega útgáfan. Nei, þetta er endurprent en mjög flott. Þá skrifar hann ákvörðun hans Bonnets að þetta hafi sprottið frá óreglu huga hans sem hafði verið mjög ábyrrandi hjá honum. Hann segir líka að það gæti hafa komið frá óþægjendum í giftu ástandi. Í rauninni bara hann er að flýja eitthvað. Já, það er vandamáli með þessa bók er að hún er pínu propaganda og svona áróður. Já, en ég var samt búin að hugsa þetta sjálfa því að þú veist að það hafi mögulega eitthvað verið í gangi sem hann er að flýja. Algjörlega. Og þetta eru mjög góði punktar. Það eru sem sagt að það gæti verið einmitt að hann var rosalega óhæfingisamur í hjónabandi. En kannski var líka eitthvað skandal sem hann var að flýja. Það er nefnilega máli, það er ein kenning. Já, kannski var eitthvað hjákona þarna. Það kemur ekkert upp. Nei, ég veit það, en ég er bara að segja. Og það er einmitt að tala frá óreglu hugans. Þú veist, það er bara basically verið í einhverju rugli. Ja, bara í þetta því bara hann er geðveikur, skilur. Já. Þú veist, bara í rauninni forn mál. En eins og ég segi, með þessa bók þá er ekki hægt að treysta á hana 100%. Nei. Veist, og sérstaklega þegar kemur að þessu þá er erfitt að segja til. Mér finnst líka bara ef við erum ekki með að staðfesta frá honum þá er svolítið erfitt að ákveða. Já, það er samt önnur kenning sem í rauninni held ég fram að hann hafi ekki verið fjárhagslega vel settur eins og hann virtist vera. Flýja eitthvað. Einmitt.
flýja mögulegt gjaldþrot eða Akkurat. eitthvað svoleiðis. Og í byrjun árs 1717 þá tók hann lán fyrir 1700 pundum sem er 64 milljónir íslenskar í dag. Það er rosa mikið. Já. Það gæti hafa verið uppskerubrestur eða eitthvað í þá áttina en mögulega þá snýr hann sér að sjóranni vegna skulda sem hann hafði safnað út af þessu. Ein mögulega kenningin. Annað er að hann hafi notað þetta lán til þess að fjármagna skipið og áhöfnina vitandi það að hann myndi aldrei borga fyrir það aftur tilbaka. Ég skil. Þetta er svona, eins og ég segi, allt getgátur. Já. Veist, eins og ég segi, það er ekkert hægt að vita fyrir vissu þegar kemur að þessu og það er engar aðra skriflegar heimildir sem benda til einhvers annars í rauninni. En nefnir, þetta lán getur verið mjög góð ástæða eða ekki, skilur. Það getur verið að hann hafi tekið þetta lán einmitt bara til þess að komast út á sjó. Já. En já, það er, eins og segi, margar getgátur en ekkert staðfest. Nei. En já, vegna forsögu hans að þá voru víst margir sem vorkendu honum frekar en fordæmda. Ok. Já, það kemur reglulega fram í heimildum they pitied him rather than condemned him. Ok. Já, það er víst svona sjónar eða veist hvernig fólk leita á hann til að byrja með allavega og já, ég kem seinna mér út af þetta frekar. Hann réð 70 eða 80 menn til að vinna á fokkunni sinni sem hann útbjó með 10 fallbyssum og fokka er tegund af skipi kallað sloop á ensku. Klippingar í hérna. Heyrðu, þetta var smá misskilning hjá mér. Þetta er slúpa eða slúfa, ekki fokka. Fokka er þríhyrnt segl sem þú setur framan á, sem sagt mastrið. Já, afsakið þetta. Ég mun segja fokka meira í þættinum. Þið vitið þá bara að ég á við slúfu eða slúpu. Ok, og er þetta bara þýðing sem þú gerðir eða er þetta... Nei, þetta er viðurkennd því. Okay. Ég fékk General History of the Pirates þegar ég var í menntaskóla og þá þurftum við að búa til svona orðaforðalista sem við áttum að gera og það sem ég hefði ógeðslega mikið áhuga á þessu þá var ég að þýða allt þetta mjög mikið af þessum orðum. Já. Og fokka var eitt af því sem stóð eftir út af augljósum ástæðum. Ég skil. Hann kallaði skipið Hefndina eða The Revenge. Hvað kom hann með í liðið? Hvað gerði hann að afreks sjómanni? Hann alltaf vanur, er landeigandi þannig hann mögulega þá vanur eitthvað stjórnandi. Þannig er hann þá ekki skipstjóri síns eigin skips. Hann er skipstjóri síns eigin skips en fyrir utan fjármagnið ekki nokkurt skapan hlut sem hann kom með. Já, meinar. Hann vissi lítið það að vera sjómaður, hvað þá sjóran ekki. Já, ég skil það en að hann gæti hafa verið með eitthvað svona mögulegt skipulag yfir á því að hafa verið að reka sína eigin landreign og þannig að vera hann í hernum. En sko, miðað við hvað við höfum heyrt þá var hertitillinn hans bara það, titill. Já, ég veit það. Og miðað við allar frásagnir þá vissi hann ekkert. Nei, ég skil. Hann vissi ekki neitt, hann kunni ekki að slást, hann kunni ekki að sigla, hann kunni ekki að binda hnúta. Hann var gagnslaus. En hann réði fólk til þess? Já, en það er einmitt málið. Hann réði fólk til þess. Upp úr því, bara hvernig hann var, þá er þetta eina skipið sem ég hef heyrt þar sem áhöfnin fekk laun en ekki hluta af þýfinu, eins og hann vaninn. Okay. Þannig að hver einasti skipveri fekk vanlega eitthvað hlut í þýfinu. Já. Og einmitt þá var það the quartermaster og kafteinn sem fengu stærri hluta. Já.
það var ekki þannig hjá honum, hann borgaði þeim laun út af því að það var eina leiðin til þess að í rauninni halda stöðunni sinni. Og einmitt, það var allan eina sem hann datt í hug til þess að hafa einhverja stjórn á áhöfninni. Út af því að, þú veist, ef að þeir gátu fengi í rauninni bara hluta þýfinu eins og allir aðrir og hann var eiginlega ekki að gera neitt, af hverju ættu þeir að halda honum í rauninni. Hverju ekki bara henda honum að fara á borði og... En hvaðan var þessi peningur að koma fyrir þessum launum? Hann einmitt var náttúrulega mjög vel settur, þannig að hann sett alveg aldrei mikinn pening í þetta til að byrja með. Þegar allt var komið að þá beið hann eftir réttu augnablikinu og sigldi síðan út á opið haf og yfir á strendur Norður Ameríku. Burt sér frá öllu sem ég hef búin að segja ykkur hingað til að þá gekk honum frekar vel sem sjóræningji. Hann náði að taka 4 skip á stuttum tíma, The Anne, The Endeavour, The Young og The Turbot. Eftir að hafa tekið allan varningin á þeim tíma þá var þeim sleppt nema The Turbot sem kom frá Barbados. Og hann brendi það skip til kaldra kola. Bara þess að sína þeim? Sko, hann nefnilega, þetta er svo skrítið, hann gerði þetta alltaf ef að skipi kom frá Barbados. Já, því að hann vildi eiga markaðin frá Barbados. Það var ekki markaður hjá sjóræningum. Nei, en svona... Hann skildi allt eftir á Barbados. Hann hafði ekki neina tengingu við Barbados lengur, hvað var þar innkomi og það. Nei, ok. Ég held að hann vildi þá vera í rauninni eina skipið eftir frá Barbados. Nei, ekki þannig. Og það eru nokkar kenningar af hverju hann gerði það. Eitt er að hann hafi verið eitthvað gramur, hvað var þar Barbados. Hann hefði lent í ykkur eða eitthvað. Eða hann hafi einfallega ekki viljað að fólk frétti af gjörðum hans út á sjónum. Já, ok. Sem sagt heima fyrir. Hann fór síðan tilbaka suður með ströndinni og náði 2 öðrum skipum. Annað af þeim var frá Barbados og brendan það líka. Já. Það var byrjuð einhver óhamingja meðal skipverja yfir því hvernig leiðtogi Bonnet var. Hann var algjör nýgræðingur og gerði lítið sem ekkert. Þeir voru líka búnir að vera á ferðinni heil lengi án þess að stoppa neins staðar sem hefur ekki farið vel í þá. Nei. Þeir lenda í höfn í Nassau í Bahamas síðla árs 1717 og Nassau var sjóræningakommúna á þessum tíma. Ok, ég sé það ekki. Og þarna gátu sjóræningi verið óáreittir og þetta var bara í rauninni þeirra land. Sem er magnað, sko. Já, það er rosa áhugavert. Þar hitti hann fullt af sjóræningjum og hinum og þessum kaftinum og gat spjalla við þá. Meðal þeirra var hann Edward Teach, eða Thatch. Það er ekki vita nákvæmlega hvað hann hét. Okay. En hann er betur þekktur sem Svartskeggur. Já. Þeir ákveða að slást saman í för. Nei. Já. Það ætti nú flest að kannast við Svartskegg. Já, þetta er þekktasta nafnið. Sjóræningin. Já, þetta er langþekktasti sjóræningin frá þessum tímabili. Já. Svartskeggur var mjög reyndur sjómaður og var vel metinn og vakti ógn hjá áhöfninni sinni. Ég mun segja meira Svartskegg þegar ég tek hann sérstaklega fyrir. En ég er í rauninni bara að segja... Bara nefna. Ég er í rauninni bara að nefna núna. Já. Þannig að það er mikið sem ég fer yfir. En já, það mætti segja að hann hafi verið algjör andstæða við Stede Bonnet. Já. Og það er kannski eitt stórt spurningamerki hjá hlustendum af hverju í ósköpunum vildi Svartskeggur sigla með öðrum eins nýgræðingi eins og Bonnet. Já, það er góð spurning. Sko, það koma nokkra ástæður til greina. En svona aðal ástæðan er í rauninni að 1717, þegar þeir hittast, Já. Var Svartskeggur ekki orðin jafn veigamikill í heimi sjóræningjanna. Og hann verður. Já, og hann var til dæmis ekki kominn á fræga skipi sitt The Queen Anne's Revenge sem... Þetta hljómar eitthvað kunnulegt þarna nafn. Já, þetta er frægasta sjóræningjaskip allar tíma. Nei, ég tala að þeir eru báðið með þá The Revenge, já.
en það hefur ekkert að gera. Ekki? Nei, Okay. Sjóræningjar nefndu skipið sín bara allt með tíðum svo jarðar. Já, ég held bara að það væri tenging á milli, þá ég held að þetta væri svona skipin þeirra sett saman í eitt. Já, nei. Nei. Ekki þannig. Þú veist að hann vildi Queen Anne og svo væri hinn með sitt Revenge og það væri þá. Nei, það er góð pæling sko, en það var ekki þannig. Það var, já, eins og ég segi, það var rosalega mörg og hinn á þessu nöfn og ég held að The Revenge, eitthvað Revenge, var mjög vinsælt á þessum tíma. Ok. Allir rosa reiðir. Já, allir rosa reiðir. En já, The Queen Anne's Revenge, hann myndi nota það skip restina af ferðlunum sínum. Hann var ekki kominn á það á þessum tíma. Það að fá fokkuna hans Bonnets væri mjög gott fyrir flotan sinn. Og hann var líklega að nota Bonnet einungis í þeim skilningi. Annað sem styrkir þá kenningu er að hann fekk Bonnet yfir á sitt skip sem heiðursgestur og maður að nafni Richards var kafteinninn á The Revenge á meðan. Já. Er það einhver úr hans áhöfn? Það kemur ekki fram hvaðan hann er. Okay. Hann er nefndur á nafn. Já. Og mér finnst líklegt að hann komi frá áhöfni hans Svartskeggs frekar heldur en Bonnets. Af því annars það gæti orðið uppreist. Nei, nefnilega ekki. Okay. Og ég kem út af það. Þetta hendaði Bonnet líka þar sem að allir mögulegur það yrði einhvers konar valdarán varð úr sögunni þegar Svartskeggur var komin í spilið. Já. Það því að hann er sko sérstaklega með við lýsingarnar sem maður hefur af honum að þá var honum lýst sem djöfli, bara bókstaflegum djöfli, það fólk hélt þá margir sko. Já. Þú veist, hann alltaf hjátrúar fullara á þessum tíma. Já, 100%. En hann var ekkert að draga úr því sjálfur. Nei, og hún fannst það ekkert leiðilegt. Nei, og hann gerði í því að vera hræðilegri. Og til dæmis, ég er ekki búin að skrifa neitt af þessu, en ég dýrkaði hans sögu í þessu, en hann sem sagt var með svona reykjelsi, 4 reykjelsi sem voru hangandi úr hattinum hans, sem hann kveikti í reglulega. Okay. Og það kom rosalega mikill reykur úr þeim. Og það er að leiðandi þegar hann var að slást, það var svo mikill reykur í kringum hann að fólk hélt bókstaflega að það var að rjúka upp úr hann. Oh my god. Þetta er rosa magnað sko, hvað þetta gæti gert á þessum tíma sko. En já, þeir náðu miklu fram á þessum tíma, hann og Svartskeggur. Þeir tóku að minnstakosti 12 skip saman og þeir voru með 4 skip til umráða og 300-400 sjómenn í áfninu þeirra eftir smá tíma. Okay. En samkvæmt The General History of the Pirates, sem maður getur ekki tekið of alvarlega, að þá sá hann fljótlega að hann hafi gert mistök og skammaðist sín, víst. Hvor? Bonnet. Já. Hann var í raun fangi á skipi Svartskeggs og hafði ekkert að segja neitt. Þar sem að hann var ekki hæfur kafteinn að þá vildu líka fæstir úr áhöfn hans fara að vinna fyrir hann aftur. Já, þú vildi ekki fá hann tilbaka? Nei, hann vissi að hann gæti mjög ólíklega að fengi skipið sitt aftur nema Svartskeggur myndi fúslega gefa honum það aftur. Og þetta er Svartskeggur, hann er erfið maður til að vinna með. Þannig að he's in a bit of a pickle. Og basically er bara fangi. Já. En í rauninni það er ennþá komið fram við hann eins og kest. Já. En ef hann gerir eitthvað þá, ein sagan, og eins og segi, þetta er saga, segir að hann hafi náð skipinu tilbaka. Eftir að hann Svartskeggur hafði náð La Concorde, sem hann síðan nefndi The Queen Anne's Revenge, að þá hafði hann litla þörf fyrir fokkuna hans Bonnets. Já. Hann á að hafa fengið skipið og byrja aftur að sjórænast. En það leið ekki að löngu áður en skortur af reynslu kom aftur í baki á honum. Þeir áttu að hafa reynt að taka stórt verslunarskip, The Protestant Caesar, sem fór stórkostlega úrskeiðis og Bonnet meiddist í kjölfarið.
Þeir áttu að hafa rekist á flotana Svartskeggs aftur og skipverjarnir hafi beðið að gangast aftur í lið við hann. Þar var hann kominn aftur í sömu grefju að vera gestur /fangi á skipi Svartskeggs. Ekki eru allar heimildir sem greina frá þessu frelsi sem hann naut þarna, rétt eftir þessu svona millibils ástands. Já, þannig að það ekki hægt að staðfesta hvort þetta átti sér stað í raun og veru. Nei. En eins og sé, það eru einhverja heimildir en fáar. En þeir samt sem áður skildu endanlega í maí 1718. Eftir að þeir höfðu setið Charlestown í þó nokkur daga, þessi bæri til ennþá í dag, en heitir núna Charleston. Já, ég ætlaði að mynda að segja þetta ekki Charleston. Jú, en hét Charlestown á þessum tíma. Ok, ég hef nefnilega haldið að væri öfugt að því að náttúrulega tonn gamalt enskt heiti fyrir bæ. Já, og kemur í rauninni frá gamlega norsku tún. Já. En nei, þetta hét upprunalega town. Ok, fyndi þetta fara í öfugátt í rauninni. Já, akkurat, en enda á sama stað. Já. Það rosa fyndi. En já, þessi umseta, ég mun taka hana sérstaklega fyrir þegar ég ræði Svartskegg. Þegar það mjög áhugavert dæmi. En þá strandaði The Queen Anne's Revenge ásamt The Revenge á Topsail Island sem var sjóræningafélagsstaður. Á meðan að það var verið að laga skipin að þá nýttu þeir, sérstaklega Bonnet og Svartskeggur, sér konunglegu náðunina 1718. The Royal Pardon. Yes. Þetta var eins tækifæra kostur að fá náðun fyrir allt sem þeir hefðu gert sem sjóræningjar. Þeir máttu líka verða sjóræningja veiðimenn og verið að eldast eftir sjóræningin sem sagt neituðu þessu. Þannig að þeir sigldu til Bath saman og skrifuðu undir. Okay. Þegar þeir snéru aftur að þá sagði Svartskeggur að hann vildi minnka við sig og skildu þeir endanlega. Já. En þegar þeir koma aftur á The Revenge að þá sjá þeir loka bragðið sem Svartskeggur léka á þá. Hann hafði gert skipið þeirra fókalt. Nei. Með engan varning eftir og ekkert til að láta skipið ganga almennilega. Þetta við leiðum eins og ég segi ykkur svona sögu. Svona. Já. A long time ago. Já. Þetta var þó samt dulbúin gjöf fyrir Bonnet af þessu leiti. Hann fékk aftur umráð yfir skipinu sínu og ofan á það þá hötuð allir í áöfninni Svartskegg meir en allt. Þannig tóku þá Bonnet aftur í sátt. Já. Enn betra að Bretar voru aftur komnir í stríð við Spán. Þeir ákváðu að fara á eftir Svartskegg og að gerast privateers í leiðinni, aðeins að fara á eftir spænskum skipum. Ekki leiða löngu áður en þeir síðan sáu 20 strandaglópa. Þeir björguðu þeim og kemur í ljós að þeir voru allir fyrrum skipsverjar hjá Svartskegg. Já. Hann sagðist, Svartskeggur, ekki hafa nóg pláss fyrir alla og lét á bókstaflega fara. Fullir af hatri gagnvart fyrrum kaftinum þeirra, þá gengust þeir í lið við Bonnet. Því miður að þá hittust þeir tveir aldrei aftur í lokabarda. Ekki? Nei. Eftir að hafa heyrt af þeim í Ocracoke árásum fóru þeir þangað í vonum barda en það var enginn á svæðinu. Já. Og þar með líkur þeirra saga. Okay. Hans og Svartskeggs. Já, mjög leiðilegt að það gerðist þetta neitt. Nei, einmitt. Þeir fóru síðan til St. Thomas eyju til að fá leyfi fyrir því að vera privateers en það var svona eitt vandamál með þá. Þar sem þeir voru privateers þá gátu þeir ekki tekið skip og stólið öllum varningum hjá hverjum sem Nei, það verður að vera bresk skip. Spænsk skip sem þeir rættu. Já, nei, meina það. Já. Og þeim bráðvantaði varning. Já. Það sem skipið þeirra var bara fókalt, sko. Einmitt.
Þó að þeir gátu siglt að þá náðu þeir ekki að endurnýja vistina þeirra og þar sem þeir mátti ekki hnupla þá gerðu þeir vöruskipti innan gæsalappa, mjög stóra gæsalappa þar að segja. Já, vöruskipta því að þeir eru ekki með neitt til þess að skipta. Já. Nema kannski fólk. Nei, þeir skiptu við þá en eins og ég segi, þetta voru ekki sangjöldskipti. Nei. Þeir fengu fullt af varningi og eitthvað og hinnir fengu vír og eitthvað svona lítilsáttar, kannski eitthvað smá auka við eða eitthvað. Já, vá. Og já, þeir fengu þá þeir fengu þá vöruna sínar í gegnum þessi vöruskipti og tæknilega þessi bruti ekki neinn lög. Nei. Og en hvort að allir voru sáttir með þessu vöruskipti? Þetta voru samt vöruskipti. Já. En já, þeir voru komnir með þá allar vistir sem þeir þurftu fyrir utan eina. Áfengi. Gekk náttúrulega ekki að vera út á sjó án áfengis. Nei, heldur betur ekki. Þannig að þeir fóru og skiptu, aftur við annað skip 2 hogshead af rommi. Og hogshead í rauninni bara... Þetta ekki svona barrels? Jú, í rauninni, þetta bara stóra tunnur. Já. Þessi áhöfn fattaði hvað var í gangi áður en skipti náttu sér stað og flúðu. Og þar með var allt úti. Þeir voru orðnir sjóræningjar aftur. Hann Bonnet skiptum nafn í Captain Thomas og The Revenge varð The Royal James. Þetta var í rauninni bara til þess að halda huldu höfði í rauninni. Að vera aðeins undir radarnum. Já. En þetta var farsalasti tími Bonnets. Hann var ekki lengur þessi saklausi sentilmaður og hann var í byrjun. Hann var virtur og jafnvel hræddi áöfnuna sína. Sumir sakfræðingar segja að hann sé einn af þeim fáu, jafnvel sá eini, sem lét fólk ganga plankan. Okay. Sem varð svo frægt í fjársjóðseðinu, eyjunni, eftir Robert Louis Stevenson. Mm-hmm. Á nokkrum mánuðum þá rændi hann næstu 12 skip, helst hjá Karolínunum, sem sagt báðum, en fór alveg upp til Delaware. Okay. 2 af þessum skipum bætti hann við í flotan sinn síðan. Og hann var orðinn frekar alræmdur á svæðinu. Já. Eftir nokkra farsalega mánuði þá þurftu þeir að lenda í höfn einhvers staðar til að laga skipið og selja varning. Hann valdi Cape Fear árósirnar í byrjun september og ætluðu þeir að dvelja þar þangað til að hverfilbilstímabili væri búið. Á meðan þá voru nokkuð fylki sem voru orðin mjög þreytt á þessu sjóræningavesinni og voru fengnir sjóræningaveiðimenn í mörgum austurfylkjum á Bandaríkjaströnd. Einn af þeim var ofurstinn William Rhett sem Norður Karolínufylki fékk til þess. Það ekki vita hvort hann ætlaði sérstaklega eftir Bonnet eða hvort hann ætlaði á eftir Charles Vane, öðrum alræmdum sjóræningja. Eða Svartskegg? Nefnilega ekki. Það var Virginíufylki sem fór eftir hún. Ok, ég skil. En það voru fregnir af nokkrum skipum í árósunum Cape Fear og fór hann þangað með sitt lið borð The Henry og The Sea Nymph. Okay. Rhett ofursti kom þangað 27. september 1718 að nóttu til og hafði spardaginn morgunin eftir. Bonnet vildi flýja út á opið hafið en áin var ekki nógu breið til að leyfa þeim að komast í gegn. Nei. Bæði skipin strönduðu og var mikill bardagi þarna. Norður Karolínumenn voru komnir með yfirhönduna og Bonnet, samkvæmt sumum, vildi láta sprengja skipið frekar en að nást. En hann var stoppaður af mönnunum sínum. Hann og 33 af áhöfninni hans lifðu og voru þeir allir handteknir og teknir til Charlestown. Mm-hmm. Sem sentilmaður þá fékk hann mun betri móttökur en aðri sjóræningjar og var honum komið upp í húsi prófasts
marskálks. 24. október náði hann að sleppa, en hann náðist aftur eftir 4 daga. Áhöfnin hans var ekki sérstaklega heppin. 29 af þeim 33 voru fundnir sekir fyrir sjórán og voru þeir hengdir 8. nóvember. Já. Nokkrum dögum seinna voru réttarhöldin hans Bonnets og var hann fundin sekur líka fyrir sjórán. Hengingin hans var sett þann 10. desember. Þangað til gerði hann allt til þess að forðast örlögin sín. Hann reifst, bað, grét í hvern þann sem hlustaði. Hann sendi bréf út allt til að reyna að fá synjun og margir hrifust á honum. Meira að segja Rhett ofusti bauðst til þess að fara með honum til Englands fyrir önnur réttarhöld. Og þáði hann það? Hann þáði það, en það var einn maður sem hreyfst ekki og var það sá eini sem skipti máli. Ég skil. Það var Johnson ríkisstjóri eða fylkisstjóri. Já. Þrátt fyrir mikinn þrýsting frá almenningi að þá var hann fastur á því að þar sem hann hafði brotið áður, hann Bonnet, að þá var hann líklegur til að gera það aftur. Já. Og þann 10. desember var yfirliðþjálfi Stede Bonnet dreginn hágrátandi og biðjandi að stokknum. Fólk fann til með honum í staðin fyrir að fordæma. Og já, þar með líkur frásögninni í dag. Þetta er áhugaverð saga, sko. Já, þetta er það svo sannlega. Einmitt, og fáránleg byrjun. Algjörlega. Og þetta er alveg magna, en síðan varð hann bara góður sjóræningi. Við undir restina. Sem er magna, sko. Já, algjörlega. En já. Annars bara takk fyrir að hlusta. Já, takk fyrir hlustununa. Við heyrumst aftur í næstu viku. Og ef það er eitthvað enn og aftur sem þið vilja að við tökum fyrir, bara endilega senda okkur. Og já, segjum bara takk í dag. Og við heyrumst aftur í næstu viku. Bye. Bye.